halda hér tímaplani vegna þess að það eru nokkuð margir sem ætla að halda hér erindi. Þannig ég bið ykkur að koma hér inn í salinn eins og frekast unnt og vísa það fólki hér inn sem á leiðinni. En ágætu heiðursgestir, Kristrún og Dóra Ólafsdætur og Einar Gunnar Pétursson, tengdasonur Ólafs Jóhannessonar, formaður Framsóknarflokksins, þingmenn og fyrrverandi ráðherra Framsóknarflokksins, ágætu málþingsgestir. Það með mikilli ánægju að ég býð ykkur öll velkomin hingað í dag á málþing Ólaf heitinn Jóhannesson, fyrrverandi formann Framsóknarflokksins og forsætisráðherra á aldarafmæli hans. Það vel við hæfi að Framsóknarflokkurinn minnist Ólafs á þessum tímamótum því Ólafur var einn af fremstu foringjum íslenskra stjórnmála og fræðasamfélagsins á síðustu öld. Ólafur Jóhannesson vann marga stóra sigra á ferli sínum sem markaði framþróun Íslands á alþjóðavettvangi auk mikilla framfara hér heima, þjóðinni allri til hagsbóta. Hér á eftir verður farið yfir líf hans og störf frá ýmsum hliðum séð. Með þessum orðum segi ég málþing Ólaf Jóhannesson, fyrrverandi formann Framsóknarflokksins og forsætisráðherra sett. Hátíðarávarpið flytur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins og býð ég hann hér velkominn í pontu. Gjörs vel Sigmundur. Fundastjóri og góðir fundamenn, heiðursgestir. Ég vil nú byrja því að þakka Vigdísi Hauksdóttur kærlega fyrir að hafa haft veg og vanda því að skipuleggja þetta glæsilega málþing. Það vel við hæfi að á þessum merka degi skuli menn ræða líf og störf Ólafs Jóhannessonar, ekki hvað síst vegna þess að svo margt í sögu hans og baráttu á erindi til okkar akkurat í dag. Það hefur verið mjög gagnlegt fyrir mig í stjórnmálastarfinu að lesa sögu Ólafs Jóhannessonar og baráttu hans á mörgum sviðum. Vegna þess að ótrúlega oft eru menn að fást við sambærilega hluti og þá mikils virði að hafa fyrirmynd til að leita í, fyrirmynd sem að hefur sýnt það hvernig getur skipt sköpum og skiptir yfirlega sköpum að fylgja grundvallar sjónarmiðum að festu og gefast ekki upp þótt á móti blási. Ólafur fæddist í Stórholti í Fljótum 1. mars 1913, fyrir akkurat 100 árum, í samfélagi sem var mjög ólíkt í samfélagi sem við búum í núna. Sonur Jóhannesar Friðbjarnasonar, bónda og kennara og Kristrúnar Jónsdóttur húsmóður. Í tímaritinu Andvara frá 1987 sem helgað var umfjöllun ævi og starf Ólafs Jóhannessonar kom fram að fjölskyldan átti mikið safn bóka og lagði mikið upp úr því að fræðast hinn fjölbreytilegustu mál. Ólafur hlaut grunnnám í farskóla í sveitinni en fékk snemma áhuga á lögfræði og ákvað sjálfur að fara í langskólanám og naut til þess mikils stuðnings fjölskyldu sinnar. Hann var mikill námsmaður og var meðal annars í námi í lögfræðinni hjá Bjarna Benediktssyni sem að fram að því hafði verið dux, sá sem að hafði tekið hæstpróf í lögfræði á Íslandi. En Ólafur Jóhannesson bætti það með og þeir störfuðu margt ágætlega saman og ég held að Bjarna Benediktssyni hafi þótt við hæfi að Ólafur Jóhannesson væri sá sem að leysti hann af hólminni sem sá sem að mestum árangri hafi náð í laganámi á Íslandi. Það í rauninni stórmerkilegt að annars vegar var Ólafur Jóhannesson slíkur fræðimaður og hins vegar slíkur stjórnmálaleiðtogi að hvort sig hefði dugað til þess að hans yrði minnst sem afburðamanns og brautryðjanda.
Hann var með öðrum afburðamaður á að minnsta kosti 2 sviðum. En skipta skrif hans lögfræði gríðarlega miklu máli í íslenskri stjórnskipan. Bókin Stjórnarfarsréttur, sem að Ólafur skrifaði 1955, hefur hvað eftir annað hlotið dóma á borðið. Það brautryðjendaverk og stórvirki í íslenskri lögfræði. Og Stjórnskipun Íslands frá 1960 bók sem að enn vitnað í, jafnvel enn í pólitískum umræðum þegar menn vilja benda á hinn eina rétta sannleik sem hljóta að vera það sem að Ólafur Jóhannesson skrifaði á sínum tíma. Já, þó að bækur lögfræðileg málefni breytist eðli málsins samkvæmt hratt, þá mynduðu skrif Ólafs Jóhannessonar grunninn að því sem að á eftir kom og eru ennþá mikilvægur grunnur íslenskrar lögfræði og stjórnskipunar. Ef að aðeins væri litið á skrif Ólafs, bækurnar sem hann skildi eftir sig, þá hefði það eitt talist stórmerkt ævistarf. Og þetta starf skipti líka grundvallarmáli þegar kom að því að verja rétt landsins út á við. Þá skipti grunnur laganna höfuðmáli og það má segja að í þeirri baráttunni fyrir stöðu Íslands út á við sem að Ólafur leiddi oft á tíðum, hafa hann fetað í fótspor sjálfstæðishetja Íslendinga með því að vísa alltaf fyrst og fremst í lög og rétt. Vísa í staðreyndir og rök byggð á lögum. Og það skipti algjörlega sköpum þegar kom að því að verja hagsmuni íslenskrar þjóðar. Og þeirri hefð mikilvægt að viðhalda. Þegar Gunnar Thoroddsen var borgarstjóri 1947 eftir að Bjarni Benediktsson tók við embætti utanríkisráðherra, varð Ólafur prófessor við Háskólann og kenndi óslitið við lagadeildina allt þar til hann varð forsætisráðherra. Ólafur varð prófessor í 24 ár og naut mikilla vinsælda og virðingar meðal nemenda sinna. Hann varð svo þingmaður í önnur 24 ár og þar af ráðherra í 11 ár. Fyrst kosinn á þing fyrir Skagafjarðarsýslu 1959 og svo eftir kjördæmabreytinguna fyrir Norðurlandskjördæmi vestra og loks satt hann á þingi fyrir Reykjavíkurkjördæmi. Og 46 ára þegar hann settist fyrst á þing, en hafði þá starfað gríðarlega mikið fyrir flokkinn á ýmsum sviðum og þar með fyrir samfélagið, vann að endurbótum þess á mjög fjölbreytilegan hátt. Hann var forystumaður framsóknarmanna á ýmsum sviðum, fyrst meðal ungliða, formaður Framsóknarfélags Reykjavíkur tíma og átti þátt í að stofnað var pólitískt stúdentafélag árið 1939 undir nafninu Félag frjálslyndra stúdenta. Það sem að voru fyrst og fremst meðlimir þeir sem að fylgdu Framsóknarflokknum að málum. Og ég tel reyndar að þessi verið tímabært að endurvekja þetta félag í Háskólanum. Formaður Framsóknarfélags Reykjavíkur var það 1944 og gegndi fjölmörgum trúnaðarstörfum innan flokksins. Hann var varaformaður 1960 og tók svo við stöðu formanns 1968 af Eysteini Jónssyni. Var formaður í 11 ár, 68 til 79. Á miklu umbrota tímabili í íslenskum stjórnmálum. Það var ekki mjög friðvænlegt í stjórnmálunum þá, hörð átök bæði innanlands og eins við erlend öfl. Á þessum tíma sannaðist það hversu mikils virði það var fyrir þjóðina að hafa svo reyndan og fróðan og staðfastan mann í forystu. Ég hef ekki tíma hér til þess að rekja allan stjórnmálaferil Ólafs Jóhannesson eða allt það sem að hann barðist fyrir og allt það góða sem að fyrir baráttu leiddi. En ég ætla að nefna hér sérstaklega landhelgisdeiluna og hef haft til hliðsjónar afskaplega gott og fróðlegt
rit eftir Þorstein Ólafsson, framsóknarmann hér í Reykjavík, sem hefur nýlega tekið saman sögu landhelgisdeilunnar. Sú saga var auðvitað mjög löng og byrjaði með samningi við Breta árið 1901 sem að framsóknarmenn höfðu svo forystu að segja upp eftir seinna stríð, enda hafði sá samningur í rauninni tryggt að hér var áframhaldandi nýlendu ástand, það er ekki hægt að kalla það annað, nýlendu ástand í nýtingu auðlinda landsins. Þessi baráttan fyrir því að fá ráðið eigin auðlindum skipti sköpum að hér var hægt að byggja upp það velferðarsamfélag sem tókst að reisa á Íslandi á 20. öld. Og þar var hlutur Ólafs Jóhannessonar gríðarlega stór. Hans naut við strax í byrjun þeirrar baráttu með sinni þekkingu og var ávallt reiðubúinn til þess að aðstoða það sem að leiddu þá baráttu framan af. En þegar að Viðreisnarstjórnin tók við árið 1959 var gert samkomulag við Breta og Þjóðverja, reyndar leynilega. Stjórnarandstaðan á þeim tíma, framsóknarmenn og Alþýðubandalagsmenn fengu ekki að vita af þessu samkomulagi fyrir að það hafi verið gert. Þá hófst mikil barátta gegn þessum samningi, enda töldu framsóknarmenn óhjákvæmilegt að þeim kröfum sem að þá hafði verið fylgt eftir og hafði tryggt okkur aukinn rétt að þeim yrði viðhaldið. Þennan samning við Breta og Þjóðverja kölluðu framsóknarmenn nauðungarsamning og sögðust myndu afnema hann strax og þeir kæmust í aðstöðu til. Framsóknarmenn voru nú sakaðir eitt og annað í þessari baráttu. Sagðir jafnvel vera að stefna framtíð landsins í hættu, efnahagslegri framtíð, loka mörkuðum og svo framvegis. En þeir héldu áfram á lofti málstað Íslands og 1971 þegar að Viðreisnarstjórnin loksins féll og Ólafur Jóhannesson var forsætisráðherra á þegar var baráttunni haldið áfram og stýrt af alveg einstaklega mikilli festu sem að Ólafur Jóhannesson tryggði sem forsætis- og dómsmálaráðherra. Landhelgin var færð út í 50 sjómílur í þessum áfanga og samstarfsflokkarnir í ríkisstjórn börðust allir sameiginlega fyrir þessari útfærslu sem að eins og flestir sem að hér inni eru þekkja leiddi til þess sem að í rauninni ekki hægt að kalla annað en stríðsástand. Það var ekki Íslendingar, heldur Bretar, svo gamla nýlendu og styrjalda þjóð sem að gaf þessum átökum nafnið Þorskastríði. Og það mjög gagnlegt að líta til þess þegar við erum að takast á við efnahagslega erfiðleika nú til dags. Að þarna áttu Íslendingar í stríði þar sem að líf manna voru í hættu hvern einasta dag. Og það verið erfitt að taka ákvarðanir við slíkar aðstæður. Það sem að menn gátu jafnvel átt von á því að bresk herskip skyldu á íslensk skip sykju þeim, sigldu þau niður. Það sem að hættan var ekki bara efnahagsleg, var ekki bara hætta á að mörkuðum yrði lokað eins og stöðugt var mynd á, heldur líka beinlínis var líf manna og jafnvel að margra mati sjálfstæði landsins í hættu á þessum tíma. En með þrautseigju fyrst í stjórn Ólafs og svo að miklu leyti fyrir tilstilli baráttu í stjórn Geirs Hallgrímssonar, þá tókst að færa landhelgina fyrst til 50 mílur og svo í 200 mílur. Það var ekki auðvelt, það var sjálfsagt mál, en það tókst með þeirri festu sem að Ólafur Jóhannesson leiddi og sýndi og leiddi þjóðin áfram og tryggði með því ásamt bandamönnum sínum að Ísland var eitt af mestu framfara, saga Íslands var eina mestu framfara sögum heims á 20. öldinni. Þegar við fengum loksins tækifæri til þess að nýta okkar eigin auðlindir þjóðinni í hag. Ólafur átti það til og gerði töluvert af því að líta til sögunar við mat á þeim aðstæðum sem að þá voru uppi.
Hann taldi mikilvægt að hafa andlega fótfestu eins og það var orðað í sögunni og mikilvægt að halda sambandi við menningu þjóðarinnar og vita að hún grundvöllur nútímamenningar, grundvöllur framfara samtímans og framtíðarinnar. Og þetta ættum við að hafa leiðarljósi enn í dag, líta til sögunar, þess sem að vel hefur tekist og byggja ofan á það. Það gagnlegt að líta til stjórnmálabaráttu Ólafs Jóhannessonar í stjórnmálum samtímans og fyrir samfélagið allt. Líta til áherslunar á það sem lagalega rétt. Líta til mikilvægis þess að verja hagsmuni Íslands og sjálfstæði landsins. Og muna mikilvægi þess að sýna festu, jafnvel þótt á móti blási. Þess vegna sérlega ánægjulegt og gagnlegt að minnast Ólafs Jóhannessonar í dag, þess gríðarlega merka fræðastarf sem hann vann og hinnar gífurlegu miklu stjórnmálalegu baráttu í þágu íslenskrar þjóðar. Sú barátta og sú vinna góð leiðsögn, ekki bara fyrir okkur framsóknarmenn, heldur fyrir íslensku þjóðina alla. Sigmundur Davíð. Þá það Páll Pétursson. Hann fyrrverandi þingmaður og ráðherra Framsóknarflokksins eins og allir vita, en hann var samþingmaður Ólafs Jóhannessonar. Nú kemur hann og flytur okkur erindið leiðtogi og landsfaðir. Gjörðu svo vel, Páll. Góðir málsins fulltrúar, til hamingju með daginn. Ólafur Jóhannesson var ekki fæddur með silfurskeið í munni. Hann var eins og fram hefur komið sonur fátækra en greindra sómahjóna í Fljótum. Foreldrar hans voru alltaf leiguliðar og í viðtali segir Ólafur frá því að þau hafi haft flest 50 kindur. Svo það hefur ekki verið auðlegðinni fyrir að fara. Og Ólafur komst ekki í skóla í 2 ár eftir fullnaðarpróf eða fermingu sökum fátæktar. Hann fór í MA og síðan í háskólann og útskrifaðist þaðan í lögum með hæstu einhvern sem þá hafði verið gefin. Bjarni Benediktsson hafði tekið hæstu einhvern áður og hann var spurður af því hvernig stóð hann hefði gefið svona háa einhvern Ólafi Jóhannessyni. Það var ekki annað hægt, hann kunni þetta allt saman. Ykkur flestum kunnur starfsferill Ólafs og ég fullyrði ekki mikið hann, eða fjölyrði ekki, en ég ætla að nefna nokkur af þeim pólitísku viðfangsefnum sem hann helgaði einkum krafta sína. Hann var þingmaður 59, formaður þingflokksins og formaður flokksins 1968, forsætisráðherra 71, dóms- og viðskiptamálaráðherra 74, forsætisráðherra aftur 78, utanríkisráðherra 80–83 og síðan þingmaður til dauðadags 84. Þegar fyrri ríkisstjórn Ólafs tók til starfa 71, þá hófst hún handa við að framkvæma markvissa byggðastefnu. Það var annað meginkosningaloforð Framsóknarflokksins 1971. Það urðu algjör umskipti í þjóðfélagi. Stórkostlegar framkvæmdir hófust með land allt, uppbygging til lands og sjávar, togarar voru keyptir og mikil gróska varð í menningar og félagslífi, veruleg fólksfjölgun var á landsbyggðinni, mikill uppgangur var í landbúnaði og aldrei hefur verið betra að búa í íslensku sveitum en á 9. áratugnum. Stöðnun viðreisnarárana var að baki og mann voru allir veginn færir. Annað höfuðbaráttumál Framsóknarflokksins og ríkisstjórnarinnar á þessu kjörtímabili var útfærsla landhelginnar. Íslendingar bjuggu við 3 mílna landhelgi fyrir 20. aldar. Síðan var landhelgin færð út í 4 mílur og lokað fyrir Flóa og Hirði. Ríkisstjórn Hermanns Jónassonar 56–58 færði út einhliða í 12 mílur.
Þá hófst fyrsta þorskastríðið. Viðreisnarstjórnin samdi frið við Breta að færa ekki oftar út einhliða og ekki nemað undangengnum alþjóðadómi frá alþjóðadómstólnum í Genf. Það voru greinileg merki komin ofveiði á Íslandsmiðum og það þótti ekki skynsamlegt að treysta dómstólnum og ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar færði út í 50 mílur, einhliða í fyrstu og í gegn ráðum stjórnarandstöðunar sem taldi að samningsbrot væri að ræða. Síðar var þjóðin einhuga málið og eftir mikil og hættuleg átök og hótanir ríkisstjórnar Íslands að slíta stjórnmálasambandi við Breta, þá samdi Ólafur við forsætisráðherra þeirra lausn deilunnar í október 1973. Sumir sjálfstæðismenn komið yfir boð 200 mílur þegar 50 mílna útvæslan var í undirbúningi. Ríkisstjórn Ólafs missti meiri hluta sinn vorið 1974. Ólafur rauf þá þing og boðaði til kosninga. Sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur, en Framsókn, Alþýðubandalagið og Frjálslyndir misstu meiri hlutann. Það verið boðað til þjóðhátíðar á Þingvöllum vegna 1000 ára afmælis Íslandsbyggðar. Formann þingflokks sjálfstæðismanna Gunnar Thoroddsen langaði mjög til að vera í forsæti á þjóðhátíðarfundinum. En formann Alþýðuflokksins Gylfi Þ. Gíslason langaði til slík. Og til þess að reyna að sleikja kratana upp og reyna til þrautar að endurreisa vinstri stjórn, unnum við það til að kjósa Gylfa sem forseta þjóðhátíðarfundarins. Það var til einskis og kratar héldu áfram að vera í fílu. Þetta var fyrsta kosning sem ég tók þátt í á Alþingi og þess vegna hún sérstaklega minnistæð. Seinna lærði ég á nærri 30 ára reynslu að það sjaldan heppilegt að kjósa krata. Sumarið 1974 og allt í stjórnarmyndun. Loks í ágústlok mynduðu Ólafur og Geir Hallgrímsson stjórn. Geir var forsætisráðherra en Ólafur dóms- og viðskiptaráðherra. Það var ákveðið að taka sjálfstæðismenn á orðinu og færa út í 200 mílur. Strax hófst þriðja þorskastríðið, það var mjög hatramt og mikil mildi að ekki varð manntjón. Geir var mjög varfærinn og vildi ekki styggja Breta Þjóðverja meira heldur en nauðsynlegt nema sem minnst. En Ólafur sem réði landhelgisgæslunni gekk fram að miklu meiri festu og hann hikaði ekki við að setja skrúfu á Atlantshafsbandalagið og gerði það í trássi við samstarfsflokkinn. Sjálfstæðismenn voru ekkert lukkulegir með þá framgöngu Ólafs og í kjölfar þessa ágreinings stjórnarflokkana þá tók Vilmundur Gylfason til sinna ráða. Vilmundur var eldklár ráðagerðarmaður og eitursnjall skákmaður. Honum tókst að reisa andúðar og tortrygginsöldu gegn Ólafi og reyndar mörgum fleirum og þó var það einkennilegast að það skyldi takast gagnvart Ólafi sem var þessum séðs stáleiðanlegi maður. Hann setti Sigvald Björgvinsson sem þá var orðinn þingmaður til þess að kveðja sér hljóðs utan dagskrár í þinginu, fékk sjónvarpið til þess að taka umræðuna upp, safnaði liði í blaðamannastúkuna svo atburðurinn fer ekki fram hjá neinum. Sigvaldur réðist á dómsmálaráðherrann með algjörlega einstæðum hætti, dróttaði að honum glæpum og jafnvel mannsmorði og bar fleiri saklausa menn alvarlegum sökum. Ólafur svaraði með ræðu sem að enginn gleymir sem að á líti og sannaði þá hvílíkur yfirburðamaður var í ræðustól, bæði að rökvísi og þótti. Höfðu þeir Sigvaldur og Vilmundur og vísilt líka nekkit nema skömm fyrir þegar fráleið. Þessi skylt að geta að Gunnar Thoroddsen tók málstað Ólafs. Ég fullyrði að framganga Ólafs í landhelgismálinu réði úrslitum hversu hagfællega það leystist og ýmsir aðrir telji sér og sínum sigurinn að þakka. Það var einn sá draugur sem að Ólafi tókst ekki að kveða niður. Það var verðbólgudraugurinn. Upp á 1970 skall á olíukreppa. Íslendingar urðu hennar minna varir í daglegu lífi en flestir aðrir. Það var að þakka vöruskiptasamningum Rússa. Okkur skorti aldrei olíu en hún var dýr. Þá var þess að geta að þjóðarbúið var fyrir miklu áfalli vegna gossins í Vestmannaeyjum. Þegar útlitið var sem svartast gaf Ólafur hennar frægu yfirlýsingu
Vestmannaeyjar skulu rísa. Með þessari yfirlýsingu veitti landsfaðirinn Ólafur Jóhannesson hinum hröktu, heimilislausu og niðurbrotnu Vestmannaeyingum nýja von. Þjóðin tók undir með honum og allir töldu sjálfsagt að gera allt sem unnt væri til þess að í Eyjum yrði aftur blómlegt mannlíf. Af sjálfu leiðir, og það kostaði mikið fé að skaffa hinum 5.000 fluttu Vestmannaeyingum húsnæði meðan á dvöl þeirra upp á landistæði og einnig að byggja upp í stað þess sem eyðilegast í gosinu. Þá bættist enn við tíðarskreiðuna að vísitalan verkaði eins og skrúfa til hækkunar. Verkalýðshreyfingin sýndi stundum mikla óbilgirni varðandi hækkanir launa. Ríkisstjórn Geirs greip til þess vandræða og hræðis skömmu fyrir kosningar 1978 að koma í veg fyrir umsamdar launahækkanir tæklu gildi. Samninganna í gildi var heróp stjórnarandstöðunar sem hann stóð sigur í kosningunum. Mikil óvild og ríkur að vera á milli sigurvegaranna, Alþýðubandalags og Krata og endingu myndaði Ólafur þriggja stjórn. Krata þóttust kunna á ráði verðbólgunni. Vilmundur og Jón Baldvin lögðu drög að frumvarpi jafnvægi í efnahagsmálum. Sumt af því var síðan tekið upp í lögum númer 13 frá 1979 og þar var verðtryggingin tekin upp. Í sjálfu sér ekkert við því að segja að sá sem fær lán greiði það aftur í jöfnu verðmæti og hóflega vexti að auki. Það var upphaflegur tilgangur laganna, en verðbólgan fór alveg úr böndunum. 4 árum seinna var verðtrygging kaupgjalds afnumin, en verðtrygging skulda var látið standa til bráðabirgða og stendur hún enn á mörgum lánum lengri enn til 5 ára. Misgengi sem af þessu spratt var illa þolandi og einnig hitt að vísitala fjárskuldbindinga verkaði bara í eina átt, það er að segja upp. Ég vil að lokum nefna eitt ennþá af hinum mikilvægu verkum Ólafs, en það eru vísindastörf hans. Það má segja með fullum rétti að með ritverkum sínum, sérstaklega stjórnskipun Íslands, hafi hann mótað íslenskt stjórnskipulag. Ég efast að þið gerið ykkur grein fyrir því hvílíkur stóridómur Ólafur hefur verið. Ég var á þingi í nærri 3 áratugi. Á þeim tíma kom það aldrei fyrir hversu hátt sem öldur risu að dregið væri í efa að ef Ólafur hefði skrifað stjórnskipulag þjóðarinnar þá væri það hið rétta. Engir angurgapar treystu sér til þess að draga fullyrðingar hans í efa. Sem dæmi vil ég nefna að engum datt í hug að telja það ólög þegar hann rauf þing 1974, en þó lá fyrir að meiri hluti var fyrir vantrausti. Lögvísi hans kom að góðu haldi í hafréttarmálum, til dæmis lausn Jan-Mayen-deilunnar. Það er hörmulegt til þess að vita að í landinu skulu vera stjórnvöld sem vitandi vits rífa niður og skemma þjóðfélagið. Nú þegar búið er að vinna því tjón á Stjórnarráði Íslands, það tekur langan tíma að lagfæra það. Síðan er tilræði gert að stjórnarskránni sem þó vonandi tekst að afstýra. Það verið hryllilegt ef þjóðin þyrfti að búa við stjórnarskrá Jóhönnu Sigurðardóttur. Ólafur stóð ekki einn í lífinu. Dóra Guðbjörnsdóttir kona hans var honum ómetanlegur styrkur enda mikil snilldar kona. Ég hef minnst á það hvers slags öðlingur Ólafur var. Ég hef ekki minnst á það hvers slags öðlingur Ólafur var í viðkynningu. Ég átti í Lánarhagna að vinna með honum í aldarfjórðung og mat hann því meir sem ég kynntist honum betur. Í mínum huga er Ólafur Jóhannesson litræsti stjórnmálamaður 20. aldar. Þakka þér kærlega fyrir þitt innlegg, Páll Pétursson. Nú Ágúst Þór Árnason er formaður lagadeildar Háskólans á Akureyri. Hann mun nú tala fyrir hönd fræða samfélagsins Norðan heiða og flytja erindið Stjórnarskrárhugmyndir Ólafs Jóhannessonar. Gjörðu svo vel, Ágúst Þór. Já, komið þið sæl.
og ég vil þakka fyrir að hafa verið boðin hingað og að vera með ykkur í dag. Það sannarlega ánægjulegt. Og í sjálfu sér þetta eitthvað ánægjulegasta umræðuefni sem hægt að hugsa sér að fá loksins að kalla Ólaf Jóhannesson til leiks í þeirri umræðu stjórnskipun Íslands og gildandi stjórnarskrá sem hugsast getur. Ég hef oft velt því fyrir mér á liðnum mánuðum og misserum hvernig standi á því að það hafi ekki verið rætt meira þær hugmyndir sem að hafa komið fram frá lýðveldisstofnun stjórnarskrá Íslands. Hvað það sem að gera það að verkum að þær greinar sem að voru skrifaðar á upphafsdögum lýðveldisins og á árum og áratugum þar á eftir með þeirri snilld sem að við höfum einmitt heyrt minnst á að þar fóru tveir fremstu og í raun þegar að við köllum Gunnar Thoroddsen til leiks líka, líklega 3 fremstu lögfræðingar landsins á síðari hluta seinustu aldar. Þess vegna hafa skrif þessara manna legið í gleymsku. Ég hef velt þessu mikið fyrir mig. Og það sem að ég hef verið að skoða núna undanfarna mánuði að hvernig hægt að draga upp mynd af því sem að mega kallast lögmætar væntingar okkar sem þjóðar til stjórnarskrárbreytingar í ljósi þess, og það held ég að sé allir sammála að það stóð til að endurskoða stjórnarskrána þegar lýðveldi var stofnað. Því ber ekki að neita. Það ber þó að hafna því að stjórnarskráin sem sett var hafi með einhverjum hætti bráðabirgða stjórnarskrá. Hún kann að hafa verið hugsuð til bráðabirgða, en það allt annar hlutur heldur en að bráðabirgða stjórnarskrá sé að ræða. Það þarf einungis að hugsa það að samkvæmt stjórnarskránni þá verður henni ekki breytt nema með 2 þingum og aðkomu prósenta í millitíðinni. Þannig að það var ekki á færi neins þeirra sem sat á þingi 1944 að fullyrða að sú stjórnarskrá sem að samþykkt var að hún ekki varanlegri heldur en það sem að gæfi leyfi til að tala að hún til bráðabirgða. En að sjálfsögðu það var öllum ljóst að ef að það ætti að fara að ræða efnislega þætti stjórnarskrárfrumvarpsins til hlítar, þá hefði stofnun lýðveldisins dregist. Nú getum við velt því fyrir okkur, hefði það breytt einhverju. Hefði það breytt einhverju þó við hefðum beðið til stríðsloka með að stofna lýðveldi. Og ég held að flest séum við í dag þakklátt fyrir að það var ekki látið á það reyna. Þannig að það var ákveðið að binda sig við sem minnstar breytingar á stjórnarskránni. Þannig að það væri ekki verið að vagga bátnum óþarflega. En það gleymist oft í umræðinni og það kannski af því að við erum sjaldan að tala það sem var rætt á þingi í janúar, febrúar og mars 1944 og við rifjum allt of sjaldan upp þær snilldargreinar sem að Ólafur Jóhannesson og Bjarni Benediktsson skrifuðu á þeim árum sem á árunum eftir stofnun lýðveldisins. Það sem að gerist það að það kemur fram frumvarp sem að milliþinganefndin hafði komið sér saman og þar var ákvæðið forseta Íslands að hann skyldi kosinn af Alþingi. Nú það virðist nokkuð ljóst að umræðan út í samfélaginu hefur verið orðin ansi þung það og þingmönnum verið það ljóst að alþýðamanna myndi ekki sætta sig við að Alþingi kysi forseta. Þjóðin vildi fá að kjósa sinn forseta
Og þetta kannski atriði sem við höfum velt allt og lítið fyrir okkur. Hvers vegna vorum við yfir höfuð að stofna lýðveldi? Og það halda því margir fram í dag og vísa nú í norrænt velferðarkerfi að við hefðum í raun og veru ekki geta verið betur komin heldur undir ráðstjórn Dana. En hvað það? Lykillinn að lýðveldishugmyndinni liggur í forsetaembættinu. Það segir sig sjálf. Þannig að þarna ljóst að þeim sem að hugsuðu út frá stjórnháttum höfðu í huga hvað það frelsi sem Alþingi hafði notið frá 1918 til 1944 að líklega langaði þá ekki beint til þess að fá einhvern forseta sem væri að flækjast fyrir, nema þá, og það kemur ágætlega fram í hugleiðingum Ólafs Jóhannessonar stjórnarskrána, nema þá að forsetinn hreinlega hefði meiri völd. Og þetta atriði virtist vera ungum mönnum á þessum tíma við stofnun lýðveldisins, ofarlega huga. Ólafur var alls ekki einn þetta. Svona hugsaði Gylfi Þ. Gíslason líka, svona hugsaði Bjarni Benediktsson líka. Þannig að það eðlilegt þegar að menn að yfirgefa konungdæmi og velta fyrir sér lýðveldi á dögum þegar að þurfti að leita víða til þess að sjá lýðveldi sem að fúnkera. Þau voru ekki mörg í stríðslok eða 1944 lýðveldin sem að héldu haus. Nú, eins og ég segi, ég hefði viljað sjá það núna þegar að við ákváðum eða þegar að stjórnvöld og Alþingi ákvaða að fara út í þetta endurskoðunarferli. Þá hefði ég gjarnan viljað sjá þessar hugleiðingar Ólafs Jóhannessonar teknar einfaldlega og gerðar að skapalóni fyrir þær fyrirætlanir sem að Alþingi setti sér. Af því að hér má lesa hugmyndir breytingar en ábending að varfærnislega skyldi farið. Ólafur nefnir held ég flest hér sem að við höfum verið upptekin af nema kannski auðlinda ákvæðið. Og það athyglisvert að hann náttúrulega að tala þarna á tímum þegar að kosningafyrirkomulagið var töluvert annað, en hann virðist ekki alveg hafa treyst því Alþingi sem var kosið eða þeim kosningarhætti sem við hafðum var. Þannig að hann leggur mikið upp úr því að það verði svona eiginlega komið böndum á Alþingi. En það atriði sem ég ætlaði nú, af því að þetta nú stuttur tími sem ég hef hérna, það atriði sem ég ætlaði að vekja athygli á hérna, af því að það kallast á við líklega eina framsæknustu hugsun á meginlandi Evrópu í stjórnarskrárfræðum og kennd við þýska heimspekinginn Jürgen Habermas og kallað Verfassungspatriotismus, stjórnarskrár ást, ég veit ekki hvernig það á því þetta, ég hef aldrei hugsað beint út í það. En Ólafur talar mannréttindakaflann og segir að það þurfi að breyta ýmsu í mannréttindakaflanum þó að hann geti staðið að grunni til og allavega megi ekki skerða mannréttindin sem að Íslendingar hafa þegar í nokkru. Aftur á móti að þá vekur hann athygli á því að réttindum fylgi skyldur. Og þá spurningin hvað var Ólafur Jóhannesson að hugsa þegar hann var að tala skyldur. Lykillinn í þeirri hugsun að menn sverji stjórnarskránni hollustu sína. Og það verði bundið við almennan kosningarétt. Þetta kann að hljóma einkennilega fyrir okkur í dag sem að lifum í svokölluðu afhelguðu samfélagi eða sekúlariseruðu samfélagi, að þarna eigi þá að fara að sverja stjórnarskránni almenna hollustu þegar að menn sé að reyna að komast út úr kirkjunni sem að var nú reyndar snúið við í
sögufrægri þjóðaratkvæðagreiðslu. En það sem að ég vil benda á, af því að við höfum fengið hingað sérfræðinga og það vil nú svo til að þeir eru frá háskólanum í Chicago en kannast nú kannski við aðra sérfræðinga sem voru kenndir við þann ágæta háskóla og voru nú ekki kannski þeir heppilegustu ráðgjafarnir í öllum málum. En það eru sem komnir stjórnarskrárfræðingar sem hafa verið að leysa í okkur og lofa okkur því að ef við samþykkjum stjórnarskrárfrumvarpið sem nú liggur fyrir að þá verður það enn eldra heldur en stjórnarskráin sem við höfum núna. Og þá spyr maður sig, já, en af hverju ekki bara leyfa stjórnarskráin sem við höfum núna að verða enn eldri? Það hefur allavega ekki sést á henni það sú brotalögn að ekki eigi að vera hægt að endurskoða hana í stað þess að reyna að koma á nýrri. Það sem að mig langaði til þess að tengja við hugmyndir Habermas stjórnarskrár hollustu líklega, væri rétt að kalla það, að þegar við lítum til Þýskalands nútímans og ég fór og lærði í Þýskalandi af þeirri einföldu ástæðu að ég gat ekki skilið hvernig þjóð sem hafði átt alla þessa hugsuði og listamenn og hvernig það gat farið fyrir henni eins og við þekkjum öll og þá kannski enn frekar hvernig gat hún reist sig aftur við eftir 12 ára valdatíð nasista. Og ég held í dag séu allir sammála það að Þýskaland var reist úr öskustónni meðal annars vegna vel skrifaðrar, vel hugsaðar stjórnarskrár sem að fólk hefur haldið hollustu við. Og ég held að við ættum að minnast Jóhannessonar og reyna að skoða stjórnarskrána sem við eigum með þeim gleraugum sem að hann sett upp 1945. Takk fyrir. Ég verði afsaka, ég var nú eiginlega svo upptekinn af hugmyndum Ólafs að það gleymdist það sem maður kannski átti að nefna hérna. Það var ákveðið fljótlega eftir lagadeild Háskólans á Akureyri var stofnuð að það yrði komið upp fræðasetri kenndu við Ólaf Jóhannesson. Það var stigið ansi mikilvægt skref fyrir einum 7 árum og það má segja kannski að þetta var vegna óvana og þekkingarleysis á því hvernig svona stofnunum komið vel fyrir innan opinbers háskóla. En við í deildinni biðum ekki eftir því að stofnunin yrði til, heldur fórum strax að starfa eftir því sem við höfðum reiknað út að svona stofnun ætti að gera og við höfum veitt eða kallað til fræðimenn og þeir hafa setið í stól sem hefur verið kallað prófessorsstaða Ólafs Jóhannessonar og sá sem þar núna fyrstur manna Jakob Thott Möller sem hefur verið lögfræðingur hjá Sameinuðu þjóðunum bókstaflega alla sína starfsævi og alltof lítið þekktur á Íslandi. En að auki höfum við haldið nokkrar ráðstefnur og þær hafa þá allar snúist stjórnskipunarrétt og ég ræddi við rektor áður en ég kom hingað og hann sagði það að ég geti tilkynnt það að stofnunin yrði komið á með formulegum hætti á næstu misseri. Þannig að ég vona að ef við minnumst Ólafs næst þá get ég sagt frá afregnum þeirra stofnunar. Takk. Þakka þér kærlega fyrir, Ágúst Þór. Þetta náttúrulega gleður okkur Framsóknarmenn afar mikið að þessi stofnun skuli vera sett á stofn formlega og það tilkynnt það hér á 100 ára afmælisdegi þessa mikla höfðingja
og við erum afar stolt af því, sérstaklega vegna þess að Háskólinn á Akureyri svona í framhjólhlaupi hefur það náttúrulega líka sínu megin markmiði að kenna lögfræði sem tengist norðurslóðum. Þannig að mínum mati Háskólinn á Akureyri afar framsækinn og sérstaklega þegar þessari stofnun Ólafs komið á stofn í ljósi þeirrar atlögu sem gerðir nú að stjórnarskránni. En Sigrún Magnúsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og frambjóðandi Framsóknarflokks í Reykjavík, tók sæti sem varamaður Ólafs. Getur ykkur athugað með hljóði hérna fyrir mig? Jú, núna. Það svona mikið kvennaspenna í loftinu greinilega þegar ég að finna Sigrúnu Magnúsdóttir hér til sögunar, en eins og ég sagði áðan að þá tók Sigrún sæti sem varaþingmaður fyrir Ólaf Jóhannesson í Reykjavík og Sigrún var þar með önnur kona sem tók sæti á þingi fyrir flokkinn hér í Reykjavík á eftir Rannveigu Þorsteinsdóttur, en hún var fyrsta kona Framsóknarflokks sem tók sæti á þingi og hennar myndustuðu síðustu helgi, en Sigrún Magnúsdóttir gjör svo vel. Fundarstjóri, ágætur formaður, ágæta fjölskylda, kæru gestir. Kosningabaráttan haustið 1979 líður fáum og minni sem nutu þeirra forréttinda að heyja hana með Ólafi Jóhannessyni. Áhrifamenn í Reykjavík höfðu lagt nokkuð hart að Ólafi að bjóða sig fram í höfuðborginni og efla þannig hag flokksins hér. Ólafur hafði vorið hætt sem formaður flokksins og eflaust ætlað að hafa hægar sig. Þetta reyndist mjög farsæl ákvörðun fyrir Framsóknarflokkinn, enda naut Ólafur virðingar langt út fyrir okkar raðir. En þessi kosningabarátta var mjög snögg og stutt. Vinnustaðaheimsóknir einkenndu hana mikið, enda voru þær nokkur nýjung þá. Að fá að trítla með Ólafi og fylgdarliði stofnanir borgarinnar þetta haust var lífsreynsla til lífstíðar. Hann naut sín alveg sérstaklega á vinnustofunum, með hnyttinn tilsvör á taktheinum og með festu í fasi þegar það átti við. Hann var ekkert endilega að kyrja kosningaloforðum yfir mannskapnum. Heldur var hann fremur að spyrja fólkið þeirra skoðanir og lífsskildi. En eins og hér hefur komið fram, hafði verið sótt mjög hart að Ólafi og flokknum og þung orð fallið ekki síst frá ákveðnum fjölmiðlum. En Ólafur kaus alveg sérstaklega að fara og heimsækja fólkið þar. Alfreð Þorsteinsson sagði mér að hann hefði farið með honum í heimsóknar til höfuðstöðva DVAF og Vísis, en Alfreð hafði verið þingfréttaritari Tímans árunum á undan. Ólafi tókst með sinni einstöku framkomu að skapa afslappað andrúmsloft meðal starfsfólksins í heimsókninu. Þetta kúnst sem fáum gefið að fara í vígi óvinarins með bros á vör. Ef til vill brá þó fyrir óræðinu glotti í öðru munnvikinu ef vel var að gátt. Á framboðslistanum í Reykjavík árið 1979 komu Guðmundur G. Þórarinsson og Haraldur Ólafsson næstir á eftir Ólafi. Sú sem hér stendur kom svo eftir þeim. Ætíð síðan hafa orð þessara kappa verið leiðarstef hjá mér. Guðmundur hafði einstakt lag á að setja grunngildi og stefnumál okkar fram á mannamáli, sem auðvelt var að útskýra á fundum. Haraldur var júrmennin og menningavit okkar og oft fórum við saman á fundi þetta haust. En hann benti mér meðal annars á mikilvægi framkomu og klæðaburðar í kosningabaráttu. Áberandi eiginleiki hjónanna Ólafs og Dóru Guðbjartsdóttur var að þau litu ekki stórt á sig og voru bæði mjög meðvituð mikilvægi félagsstarfs í flokknum.
Dóra var ekki konan á bak við manninn í flokknum. Hún var sjálf í forystusveitinni í Reykjavík. Hún var lengi stjórnarkona í félagi Framsóknarkvenna og vann þar að öllu til féll og vinna þurfti. En stöðugt var félagið að finna leiðir til að afla fjár til að eiga í handræðanum þegar kæmi að kosningum. Ein minning kemur ansi oft upp í hugan. Við vorum með mikinn flóamarkað niður á Rauðarárstíg sem hófst upp úr hádegi og laugardegi. Dóra hafði tilkynnt að hún yrði að sitja hádegisverðarboð sem ráðherrafrú en erlendur þjóðhöfðingi var í heimsókn. En skömmu eftir opnun flóamarkaðarins snarast Dóra inn, sviptir af sér yfirhöfninni, setur á sig svuntu og hefst handa við að hjálpa þurfandi fólki að máta flíkur og reyna að selja þær. Og hver hefði trúað því að þarna færi ein helsta tignarkona landsins? Eins var Ólafur. Í títtnefnri kosningabaráttu haustið 1979 vann hann með fólkinu, okkur, og sjálfboðaliðum að koma út bæklingum og dreifiefni. Þegar Sigrúnu Sturludóttur til dæmis minnistætt þegar hann gekk með þeim kringum borð og raðaði saman blöðum til undirbúnings einhverju fundinum. Já, þau hjól unnu að öllu með okkur. Vorið 1980 hringdi síminn hjá mér og þar var Ólafur Jóhannesson. Hann var að biðja mig að taka sæti á Alþingi fyrir sig í hálfa mánuð. Hann tók sjálfur á móti mér niður á Alþingi, sýndi mér alla staðhætti og kynnti mig fyrir fólkinu. Jafnvel sýndi hann mér hvar væri styrking kvenna og þá glotti hann líka en ég hef ekki notið henni. Það var ekki hægt að hugsa sér meiri umhyggju en hann sýndi og hann yfirgaf ekki Alþingishúsið fyrr en ég hafði undirritað eiðstæðum. Hann vildi vera öruggur. Ólafur og Dóra eiga alveg sérstakan sess í brjósti mínu. Þakka þér fyrir, Sigrún. En Ólafur Jóhannesson stundaði laganám við Háskóla Íslands og varð síðar prófessor við lagadeild skólans. Hér staddur fulltrúi Háskóla Íslands. Hann heitir Hafsteinn Hauksson og lektor í almennri lögfræði og heimspeki og erindi hans ber yfirskriftina Veðrabrigði og nátttröll. Gjörðu svo vel, Hafsteinn. Sæl og blessuð, ég ætla að byrja því að vera ættingjum og vinum Ólafs og Framsóknarmönnum öllum kæra kveðjur frá lagadeild Háskóla Íslands. Það hefur verið komið inn á það hér í nokkrum erindum hversu mikilvægt starf Ólafur vann innan lagadeildar Háskóla Íslands. Og það alveg rétt sem kom hér fram hjá formanni Framsóknarflokksins í setningu þessa þings að rit Ólafs, stjórnskipun Íslands, er enn í dag grundvallarrit á sviði stjórnskipunarréttar og hefur auðvitað verið uppfært eftir að það kom út nokkrum sinnum og köfnum við það bætt og svo framvegis. En þá eru skrif Ólafs kjarninn í þeim ritum sem ekki verið að feimið með þjóðina og eru hann ópólitískur og eru enn í dag í svo sannarlega í fullu gildi. Það eru tvö umhugsunarefni. Það eru tvö efni sem hafa verið mjög hugleikin í tilefni af þessu málþingi vegna 100 ára afmælisdags Ólafs. Fyrra efnið lítur að tengslum fræða og stjórnmálum. Það er svolítið athyglisvert ef maður skoðar það að prófessorarnir í stjórnskipunarrétti við Háskóla Íslands alla 20. öldina voru jafnframt stjórnmálamenn. Ég er hér að vísa til Bjarna Benediktssonar, Gunnars Thorodsens, Gunnars Giskaran og auðvitað Ólafs Jóhannessonar. Og í dag, í háskólastarfi í dag, eru slík tengsl þegar menn eru jafnvel að sinna báðum störfum í einu, háskólamennsku, fræðimennsku og stjórnmálum,
þá eru slík tengsl gjarnan litin hornauga. Við getum auðvitað ímyndað okkur hvers vegna það ekki meðal annars vegna þess að fólk hefur áhyggjur af því að menn séu að predika pólitíska skoðanir innan háskólastofnananna, en auðvitað kemur fleira til, kannski hefur sérhæfing aukist á liðnum árum og á undanförnum árum og svo framvegis. Þannig að þetta ekki lengur í dag, prófessorinn í stjórnskipunarrétt í dag ekki jafnframt stjórnmálamaður. En ég held að fólki yfirsjáist stundum kosturinn við það að þetta skuli hafa verið svona. Lagadeild Háskóla Íslands held ég hafi grætt alveg svakalega á því að til þessara starfa hafi valist menn sem höfðu ekki aðeins umgengist stjórnskipun Íslands sem svo orðið komast, unnið með þessar reglur innan veggja háskólans, heldur höfðu beina reynslu af þessu gangverki sem stjórnskipunarrétturinn fjallar um. Þekktu þessar stofnanir, höfðu beitt þessum reglum og höfðu þurft að spegla það erfiðar aðstæður, nota það erfiðar aðstæður og aðlaga það breyttum aðstæður. Ég held að lagadeildin hafi grætt alveg rosalega á þessari reynslu manna eins og Ólafs. Og ég vil taka það fram, bara út af því að ég var staddur á kaffistofu lagadeildar í morgun, að þar voru nemendur fyrir Ólafs í kennaraliði lagadeildar og þeir tóku það sérstaklega þannig, þeir voru sammála mér þennan punkt og tóku það fram að í kennslu hafi Ólafur alltaf haldið þessum störfum mjög aðgreindur og verið mjög heiðarlegur með það í kennslu að hafa ekki verið að reyna að predika eitthvað yfir nemendum einhverja pólitík og svo framvegis. Heldur verið mjög heiðarlegur, hreinn og beinn fræðimaður að sjálfsögðu. Þannig að þó svo þessi tími sé liðinn held ég, þessi tengsl séu svona rík, að þá held ég að það fari svolítið verðmæti með honum. Ég held líka að stofnanir ríkisins hafi grætt á þessum tengslum. Ég held að það hafi verið gott fyrir stjórnkerfi Íslands og þingið að inn í þessum stofnunum störfuðu menn sem höfðu lagt fyrir sig stjórnskipun Íslands og stúderað hana af gaumgæfilega. Og ég ekkert viss það að haldið hefði verið á ýmsum þeim álum sem að nú í deglunni með sama hætti ef að inn á þingi og inn í stjórnarstofnunum væri fleira fólk eins og Ólafur með þá reynslu sem hann hafði úr fræðaheimum. Og ég held að það sé ekki hægt að bæta þetta upp bara með fleiri ráðgjöfum, einhverju slíku. Þetta var fyrir punkturinn. Það var tengsl fræðanna og stjórnmálana sem mér finnst þetta áhugaverður að velta fyrir sér svona á tímamótum sem þessum þegar við minnumst fólks eins og Ólafs. Hinn punkturinn, og þá kannski útskýri ég þessa undarlegu yfirskrift á erindunum mínum. Settipunkturinn lítur nefnilega að þeim hræringum sem nú í gangi vegna stjórnarskrárbreytinga eða frumvarps til breyttara stjórnarskrár Íslendinga. Og Ólafur hafði sínar hugmyndir stjórnarskrána og stjórnskipun Íslendinga eins og Ágúst Þór kom hér inn á. En mig langar að lesa fyrir ykkur alveg frábæran texta, þetta er örstutt eftir Ólaf, sem að lítur aðeins að hlutverki stjórnarskrá. Og gott væri að fleiri kennslubækur í lögfræði væri skrifaðar svona. Stjórnarskráin getur staðið af sér hinn tíðu veðrabrigði stjórnmálana og stundar átök þjóðfélagsaflanna. Stjórnarskrána má því með réttu kalla kjölfestu þjóðfélagsins. Hitt annan mál að engin stjórnarskrá, hversu vöndu sem hún og hversu tryggilega sem hann búið, getur staðist til lengdar ef hún orðin algerlega andstæð ríkjandi hugarstefnum og þjóðfélagsskoðum. Séu slík straumhvörf virt að vettugi og stjórnarskráni haldið óbreyttri, bíða hennar sömu örlög og nátttröllsins í þjóðsögunni. Hana dagað uppi og hún verður að steini, daufum bókstaf sem enginn hirðir hvort sem hún sett til hliðar með byltingu eða með öðrum hljóðlætari hætti. Þarna dregur Ólafur fram þann mikilvæga hlutverk stjórnarskrárinnar sem felur í sér ákveðna innri togstreitu að vera annars vegar kjölfesta, rammi utan pólitískt starf í landinu og hins vegar það að stjórnarskráin auðvitað ætlað að fjalla og reglubinda það þjóðfélag sem við búum í en ekki það þjóðfélag sem menn bjuggu í fyrir 200 árum síðan. Þannig að hún verður líka að geta þróast áfram og við verðum þannig að koma í veg fyrir að hún dæi upp eins og nátttröllin formin. Eitt af lykilatriðum í þessu að þetta takist auðvitað ákvæðið í stjórnarskránni breytingar á stjórnarskránni.
Það má með öðrum orðum ekki vera of erfitt að breyta stjórnarskránni, en það má heldur ekki vera of auðvelt. Og ég tel að 79. grein stjórnarskrárinnar sem við höfum núna, sem gerir þá kröfu að stjórnarskrárbreyting þurfa að vera samþykkt á einu þingi, síðan séu kosningar og samþykkt líka á næsta þingi, sé heppilegri og betur ígrunduð heldur en margir halda. Hún, með öðrum orðum, færir fókusinn frá því hvort hægt sé að smala saman nógu miklum fjölda sem vegna hinna tíðru veðrabrigða stjórnmálanna vill breyta einhverju og færir fókusinn yfir á það að slíkar breytingar þurfi í fyrsta lagi að vera unnar í samvinnu og samstöðu og í öðru lagi að vera vel ígrundaðar, þar sem það taka tíma. Og ég ekki nokkrum það að öll sú vinna sem nú hefur verið lögð í þessa endurskoðun, sú vinna stendur auðvitað ennþá yfir, hún muni leiða til einhverja breytinga á stjórnarskránni, sem það núna strax á þessu þingi að frumvarpið verði samþykkt við einhverjum framtíðarþingum. En ég óska mér þess hins vegar að þær breytingar verði í anda þeirra orða Ólafs Jóhannessonar sem ég vitnaði til, sem að slíta þá stjórnarskránni ekki upp með rótum, heldur leyfa henni að vera áfram kjörfesta þjóðfélagsins og að þær breytingar verði unnar af þeirri vandvirkni og ígrundun sem vænta má af fólki eins og Ólafi. Takk. Bestu þakkir fyrir Hafsteinn Þór. Þá það Leo E. Löfe. Hann var einkavinur Guðbjarts, sonar Ólafs og frú Dóru. Það mynduðust síðan sterk tengsl á milli Leós og Ólafs. Hann hingað kominn og ætlar að flytja okkur erindið sem ber yfirskriftina Kjölfesta, traust og heiðarleiki. Gjörðu svo vel, Leo E. Löfe. Gestir, fjölskylda, vinir og traust fólk sem hingað hefur komið. Velkomin og til hamingju með daginn. Ég staulaði hingað því að ég sjúkdóm sem hrjáir mig aðeins en þegar Vigdís hringdi mig og sagði treystirðu þér til að koma og segja nokkur orð. Það var ekki hægt annað, því að þetta var eitthvað sem gladdi mig mikið. Því 1. mars, öll þau ár sem liðin eru frá því Ólafur féll frá og áður, lagði ég leið mína eins og þær vita, systur Dóra og Kristrún og Ásta og Einar, allir, ég lagði leið mína og þá kom ég heimsókn á Aragötuna þann dag, eins og ég gerði með reyndar aðra dagar líka. Svo ég geti ekki annað sagt en til hamingju með daginn, góðir framsóknarmenn og til hamingju með daginn, systur, því að þetta framhald heimsóknar minnar í mínum huga, heimsóknar minnar í gegnum alla tugina. Ég ætla að segja nokkur orð, ég ætla að reyna að hafa þau frekar fá vegna þess að það alltaf heldur leiðilegt finnst mér þegar það mjög áhugaður. Ég ætla að segja aðeins fyrst frá upphafi kynna minna af þessari góðu fjölskyldu sem hér hefur verið nefnd og svo ætla ég aðeins að fara yfir líka kynni mín af Ólafi Þegar ég var drengur þá fluttu foreldrar mínir með mig og fjölskylduna í austustu blokkina við Hjallarhaga sem þýddi að það var svona tiltölulega stutt í prófessorabústaðinn. Þar átti heimaveðarmennara Guðbjartur Ólafsson, sonur Ólafs og Dóru, og hann varð mikill vinur minn alla tíð eftir að við kynntumst. Við vorum bekkjarbræður einhvern tíma og alltaf miklir vinir. Í þessu hverfi, Vesturbænum á þessum tíma,
var fjöldi góðra og gegnra og framtíðarmanna sem eins og til dæmis ljóshægðubræðurnir af Lincolnum, það er að segja, erum við að brosa núna, Jón og Gunnlaugur, ef hann er hér, Sigmundsson. Ég held að tengsl þeirra við flokkinn séu öllum ljós og þeir áttu heima sem þarna rétt hjá og voru úr vinahópnum. Þetta var eins og hjá öllum æskuminningar, yndislegar og veðrið alltaf gott. Þannig hefur það víst alltaf verið. Og það að fá að kynnast þessu fólki sem þarna bjó voru út af fyrir sig forréttindi. Meðal þessa fólks var náttúrulega Ólafur Jóhannesson og Dóra og þær systur og annað það fólk sem það þangað lagði leið sína. Ásta til dæmis sem hér situr og fleiri. Og þetta fólk var allt saman jafn traust og gott fólk. Sem sagt, yfirbragð þess að koma á Aragötuna var ekkert nema traust. Ekkert nema traust, jákvæðni, heiðarleiki og kannski það sem mestu skipti, vinátta og arúð. Fyrir það er ekki annað hægt en þakka innilega. Auk þessara æskulvina sem ég þegar hef nefnt, má nefna ýmsa aðra. Einn þeirra meira að segja ráðherra í dag og hann var bekkjarbróðir okkar Guðbjartar heitins einhvern tíma og ekki nema gott það að segja því að hann var elskulegur og ágætur vinur okkar allra. Hann heitir Ögmundur Jóhannesson og er núna í einhverjum flokki sem ég man ekki. Þegar ég óx úr grasi, þá tóku Dóra og Ólafur mér opnum örmum, enda var Guðbjartur þá nýlega fallinn frá. Þau gerðu það eiginlega kröfu sinni að ég kæmi þegar gat var í kringum hádegi á kennslu sem ég þurfti að sinna því á laganám hana. Gerðu það kröfu sinni að ég kæmi til þeirra og fengi hjá þeim að borða sem fyrst framan af minnstu kosti og lengi eftir það varð oftar en einu sinni í viku. Og alltaf var Dóra jafn elskuleg húsmóðir og Ólafur tók á móti, unga manninum með þeirri kurteisi sem við þekkjum og þoldi mér, ég skil það ekki núna, en þoldi mér að vera með alls konar hugmyndir og afskiptasemi sem, ég skil ekki núna. En það lýsir Ólafi vel. Ég tek undir flest það og allt reyndar sem sagt hefur verið Ólaf, sem sagt ekkert nema jákvæðni, ekkert nema góður hugur og ekkert nema heiðarleiki. Og heiðarleiki var honum í blóð borinn. Hann kunni ekki annað slíkt. Og að vera uppalinn á þessum slóðum og vera uppalinn svona sem tengiliður eða tengdur þessu fólki, vona ég og trúi hafi verið mér ágætlega næstu út í lífið og það þekkið þið sjálfsagt mörg sem í svipuðum sporum hafa staðið. Ég ætla að segja nokkur orð það hvernig mér finnst Ólafur Jóhannesson koma upp í huga mér. Sem sagt, hann kenndi mér í lagadeildinni þegar við lukum fyrirhlutanum, ég og mínir félagar,
og reyndar held ég þeir líka sem á sama tíma voru að ljúka laganáminu, fórum við til Ólafs og sögðum þú verður að prófa okkur, þú verður að leyfa okkur að njóta þess að þú sért prófandi okkar. Og það gerði. Þetta var, finnst mér, afar drengilega og vel gert að upptekinn maður forsætisráðherra sem hættur var að vera prófessor skildi segja já við strákana sem kom og sagði við viljum að þú prófa. Og það gerði. Allir held ég urðu ánægðir með það. Síðar studdi Ólafur Jóhannesson mig við það að verða þingfréttaritari fyrir Tímann og við það lærði ég ýmislegt og mig langar til þess að segja tvennt sem ég hef reyndar áður sagt og kannski skrifað en það aldrei of oft kveðið þessum gaman að. Og það kannski sýnir aðeins hvað djúpt Ólafur Jóhannesson hugsaði, jafnvel þótt væri að ræða eitthvað spaugilegt. Og fyrra dæmið var það þegar Ólafur stóð frammi fyrir því að Hannibal vildi slíta stjórnarsamstarfi eða eitthvað hlaupa út undan sér. Og þá sagði Ólafur í ræðu, og nú ætla ég að vitna eftir minni það sem hann sagði. Hann sagði, Hannibal maður sem þorir. Maður sem þorir að taka ákvarðanir. Maður sem þorir að taka ákvarðanir, hvort sem þær eru vinsælar eða ekki. Svo bæti við. Og jafnvel hvort sem þær eru skynsamlegar eða ekki. Þetta muniði örugglega og getið lesið einhverstað. Á sama hátt sagði hann einu sinni við mig þegar ég var hjá honum því að þar var ég oft og skil ekki hvernig mér var þolað að vera þar. En allavega ég einhvern tíma var að tala stjórnmálamann í öðrum stjórnmálaflokki sem oft var kallaður ljóti andarungi. Hann var svona frekar lágvaxinn og þótti ekki mjög svona smáfríður. Og Ólafur hefði aldrei heyrt að þessi stjórnmálamaður væri kallaður ljóti andarungi, en það var hann í almanna rómi, sem sýnir kannski hvað Ólafur var málefnalegur og var ekki að hugsa eða hlusta á einhverjar kjaftasögur eða hvað það var. Og ég útskýrði fyrir Ólafi hvern átt væri við. Ég var alltaf hissa á því hvað hann fannst þetta fyndi. Og hann sagði aftur og aftur, já, ljóti andarungi, já, og hló. Og eins og ég segi, ég var hissa. En svo kom Gyrði, sem einmitt var dæmigerð fyrir Ólaf, því Ólafur auðvitað hugsaði skrefið lengra heldur en margur. Það verður víst seint svanur og honum. Og það var sem sagt dæmigerð fyrir Ólaf að segja eitthvað svona eða að hugsa eitthvað svona sem var framhald. En rökrétt að öllu leyti og að mörgu leyti líka bæði skynsamlegt og rétt. Nú, ég ætla ekki að fara yfir fræðilega hluti en þakklátur ég og aðrir þeir sem veist hafa lögfræði Ólafi fyrir það sem hann skildi eftir sig. Bæði sem við gátum lesið þegar hann var á dögum og eins síðar. Og ég vona að þær dætur viti að þetta mest af einlægni. Og ég held fyrir okkur alla eða öll sem í lagadeildinni takk fyrir það.
Ég þakka þér kærlega fyrir, Leó, fyrir skemmtilegt erindi. En eins og hefur komið fram hér á ráðstefnunni, þá var eitt af þeim verkefnum sem kom í fang Ólafs, það var Vestmannaeyjagosið, eldgos í Heimaey, og nú nýbúið að minnast 40 ára afmælis þess, ef hægt að tala afmæli, það var nú hér 23. janúar, nú á þessu ári var þess minnst. Til þess að rifja upp þessi atvik í lífi Ólafs, þá flytur Guðmundur G. Þórarinsson verkfræðingur og samþingmaður Ólafs erindið sem ber yfirskriftina Vestmannaeyjagosið og uppbyggingin. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Já, fundarstjóri, góður fundarmenn, ég vil byrja á því að óska ættingjum, börnum Ólafs Jóhannessonar og öllum framsóknarmönnum innilega til hamingju með þessu stund sem að sé. Og mér langar líka til að þakka fyrir þessi áhugaverðu og frábæru erindi sem að sér að vera flutt. Það hefur vissulega verið ánægjulegt að vera hérna meðal ykkar. En hvað það sem að skilur leiðtogann, forystumanninn frá hinum almenna manni? Hvaða hæfileika þarf stjórnmálaforinginn að hafa til þess að verða raunverulegur leiðtogi? Auk visku, þekkingar og yfirsýnar það hæfileikinn til að finna leiðir, að hafa næma yfirsýn, geta brugðist við ófyrirsjáanlegum atburðum, að standa óvænt andspænis erfiðum örlögum, dynja yfir fjöldan án viðvörunar og telja kjark í fólk sitt og vísa veginn út úr erfiðleik. Bjarminn sem að leikurinn feril Ólafs Jóhannessonar einkennist af þessari skap styrk sem kom fram á úrslitastundum. Þeir þættir sem mest áhrif hafa haft á líf manna á nýliðinni öld að mínu viti aðallega tveir. Það annars vegar hin gríðarlega tæknibylting og framfarir í eðlisfræði og öðrum náttúruvísindum sem öllu hafa gjörbreytt, en hins vegar þeir hrikalegu hugmyndafræðilegu stormar sem gengið hafa yfir mannkynið, rússneska byltingin, uppgangur kommunisma og sósíalisma, hrikaleg áhrif nasismans með afskaplegum afleiðingum, kynþáttafordómar, trúar ofstækishreyfingar, áhrif harðstjóra bæði til vinstri og hægri og síðast en ekki síst kapítalisminn, hinn óábyrga, ósýnilega hönd markaðarins sem segir við okkur hiklaust: ég drottinn Guð þinn, þú skalt ekki aðra guði hafa. Með allt þetta í huga valdi ég á sínum tíma Framsóknarflokkinn sem svið til áhrifa í þjóðmálum. Framsóknarflokkurinn laus við öfgakennda isma til hægri og vinstri og saga hans í þjóðlífinu var mikilvæg. Ég nefni bara sem dæmi ef við lítum aftur í tíma. Uppbyggingu héraðsskólanna, iðnvæðingu, uppbyggingu iðnaðarins alls á Akureyri og land allt heilbrigða lífssýn fyrir þjóðfélagið. En ég hygg ekki við að segja að tíma bar Framsóknarflokkinn af leið. Til nokkurra áhrifa komust menn í Framsóknarflokknum sem litu á flokkinn sem tæki til auðsöfnunar. Þá skildu leiðir mínar og flokksins, en nú komin nýir tímar. Nú komið nýtt fólk til áhrifa og ég trúi því að það tengist
rótum þessa flokks og hafi fulla skilning á gildum Framsóknarflokksins í þjóðmálabaráttu. Og nú eins og við vitum öll vindur kominn í seglin til nýrrar Framsóknar. Ég hóf þessi orð mín hér á 100 ára afmæli Ólafs Jóhannessonar með spurningunni: hvaða eiginleika þarf mikill stjórnmálamaður, mikill stjórnmálaforingi að hafa? Ef litið í söguna má greina hvernig leiðtogar hafa risið upp af mismunandi aðstæðum. Í fyrsta lagi leiðtogar sem risið hafa upp með bylgju í þjóðfélaginu, sem átti í rauninni kannski ekki upptök í þeim sjálfum. Bylgjur sem risið hafa upp úr grasrótinni. Þessir leiðtogar hafa skynjað tilfinningar fjöldans og verið eins og vindur í segli fjöldahreyfinga, ljósmæður við fæðingu áhrifahópa í þjóðfélögum. Ég nefni sem dæmi slíka hreyfingu 68 hreyfinguna á sínum tíma. Í öðru lagi leiðtogar sem sjálfir hafa skynjað misrétti í þjóðfélagi. Sem dæmi og brugðist við og beitt sér fyrir byltingakenndum breytingum. Ég nefni sem dæmi baráttu Martin Luther Kings í mannréttindamálum gegn kynþáttafordómum I have a dream. Í þriðja lagi leiðtogar sem brugðist hafa við óvæntum og ófyrirsíðum atburðum og leitt þjóð sína fram til vonar og kjarks. Ég nefni styrjaldir og náttúruhamfarir. Þegar ég lít yfir feril Ólafs Jóhannessonar, sem ég starfaði talsvert mikið með, verður mér ljóst hversu margþættum leiðtoga hæfileikum hann bjó yfir. Tímabil Ólafs Jóhannessonar í stjórnmálum var gríðarlegt umbrota tímabil. Ég ekki alveg viss að allir geri sér grein fyrir því eða minnist þess nú. Útfærsla landhelginnar í 50 mílur og síðar í 200 krafðist mikils kjarks og framtíðar sýnar að grípa inn í þróun alþjóða réttar með þeim hætti sem þá var gert. Og ég vissum það að allan heim voru þeir sem fylgdust með, þeir horfðu á að það var einhver merkasti lögspekingur, ég vil segja norðurálfu, sem að stóð fyrir því og barðist gegn þeim sem að töldu að þar væri samningsbrot að ræða. Barðist gegn voldugum þjóðum fyrir rétti þessarar smáþjóðar og tókst að leiða málið til lykta með farsælum hætti. Gera menn sér grein fyrir að inngripið í verðbólguna, lagasetningin verðtrygginguna á sínum tíma, var ekki bara nauðsynleg, hún var gríðarlegt jafnréttismál. Hún var nánast bylting á sínum tíma þó að umhverfi og aðstæður hafi vakið upp ástæður til að bregðast við henni á annan hátt nú. Þingur Ólafs Jóhannessonar 1974 sýndi hæfileika til að bregðast við á erfiðustu stundum. Það voru athyglisverðir hlutir þá. Og viðbrögð Ólafs Jóhannessonar við eldsumbrotunum í Vestmannaeyjum eru mér minnisstæð. 23. janúar 1973 kom upp eldgos í Vestmannaeyjum. Nærri 2 kílómetra löng gossprunga opnaðist þegar eldfjall sem menn töldu út kulnað spjó vikri sínum og hraunstraumum yfir bæinn eftir 5.000 ára hlé. Hefði halli sprungunar aðeins vikið örlítið frá raunveruleikanum 1 til 2 gráður, hefði hún lent inn í miðjum bænum með þeim afleiðingum sem menn geta reynt að gera sér í hugarlund. Það var engin viðvörun, þetta kom öllum að óvörum.
Nánast strax eftir gosið, eins og Páll Pétursson sagði hér áðan, lýsti Ólafur Jóhannesson því yfir frammi fyrir felmtri steginni þjóðinni. Vestmannaeyjar verða byggðar aftur. Enginn vissi hvað myndi gerast. Enginn vissi á þeirri stundu hver yrðu örlög eyjanna. Þetta voru að mínu viti ótrúleg viðbrögð í miðju eldflóðinu. Foringja hæfileikar, ekkert hik, snarlega brugðist við. Og mér þótti á þeim tíma að spádóms hæfileika þyrfti til að gefa slíka yfirlýsingu. Foringi varð að meta hvort slík yfirlýsing yrði talin ógætni og örlæti. Ráðþrota fólk sem sá heimili sín sem hrynjandi rústir öðlaðist von. En allir stóðu saman, þjóðin, ríkisstjórnin, alþingi og sveitarfélög. Og mér verður stundið hugsað til þessa augnabliks þegar Ólafur gaf þessa yfirlýsingu með orðum Shakespeares sem hann leggur Brútusi í munn. There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood leads on to fortune. Og það var einmitt þarna bylgjan sem að Ólafur greip, og það þurfti ekki bara foringja hæfileika, það þurfti í rauninni dálitla framsýn inn í tíma. En orð sem þessi mega ekki verða orðin tóm. Orðum verða að fylgja hugsanir og framkvæmdir. Kládíus sagði á sínum tíma þegar hann baðst fyrir: My words fly up, my thoughts remain below. Words without thought never to heaven go. Og orðin urðu ekki bara tóm. Mestu fólksflutningar Íslands sögunnar hófust. 5.300 Vestmanneyingar voru fluttir upp á land. Gripið var til allra tiltækra skipa og báta. 5.000 manns, 2,5% landsmanna stóð skyndilega upp í húsnæðislaus. Viðlagasjóður var stofnaður með þingsályktun 2 vikum eftir gosbyrjun. Hlutverk hans var víðfeðmt. Framkvæmd björgunaraðgerða, nauðsynlegir flutningar á hreinsun bæjarins, húsnæðisvandamál, bótagreiðslur vegna skemmta á húsnæði og tekjutap og fleira og fleira. Ég ætla hér aðeins að drepa örfáum orðum á húsnæðismálum. Stærsta húsnæðisátaki sem hrundið hefur verið af stað á Íslandi án undirbúnings. 550 hús voru reist á 20 stöðum á landinu á rúmu ári. Nær 500 þeirra voru varanleg hús en 60 til bráðabirgða. Ótrúlegur árangur sem byggðist á mikilli hæfni þeirra sem að þar koma að, öflugir verktakar. Mikil hjálp frá öðrum löndum, við köllum þetta Holmslag frá Norden sem að þá kom fram. Innflutt hús, hanna varð alla grunna, leggja lagnir og uppsetning húsanna varð að gera. Hratt, lóðum gengið frá og erlendur framleiðendur sem að ég hafði nú talsvert mikil samskipti við, höfðu á orði að þeir hefðu aldrei séð slíkan framkvæmda hraða, án undirbúnings. Þetta hefði hvergi annars staðar gengið, svo þeir. En mitt í öllum erfiðleikunum eins og alltaf kemur nú kriti lífsins og það gerðist nú þrátt fyrir allt ýmislegt broslegt. Ég man eftir því að þá eru 900 fjölskyldur sem að komu í einu vetfangi upp á ströndina og báðum húsnæði og voru á götunni.
Við börðumst við að skrá þetta fólk og reyna að raða því niður og reyna að koma því einhvern veginn í húsnæði. Ég man sérstaklega eftir einni fjölskyldu sem kom til við mín mikið áhyggjufull og við reyndum að útvega húsnæði og skrá þetta niður og ég sagði við hjónin þegar við lögbuðu út, eru þið þá bara algjörlega á götunni? Nei, við höfum reyndar íbúð, sögðu þau, hún er bara svo mikið út úr, sagði ég. Það voru nú aðrar aðstæður í Vestmannaeyjum heldur en í Reykjavík. Já, sögðu, hún er lengst upp í Hlíðum. Og það segir nú kannski svolítið hugarfar manna þegar að hinn snjalli hagyrðingur Hafsteinn Stefánsson sem mikið vann með okkur á þessum tíma orti vísuna Rifin eru sónar sátt, sjaldan þeyst á ljóða gandi, fleiri hafa en fjallaskáld ferðast eftir yðsandi. Því að sandurinn var mikill fyrir framan. Flutningur manna út í eyjar gekk miklu hraðar en menn höfðu vonað og draumar Ólafs Jóhannessonar rættust. Mér eru þeir minnistæðir á þessum tíma samstarfsmenn mínir Helgi Bergs, heitinn og Tómas Árnason. En Helgi var harðskeyttur maður. Hann var skarp gáfaður en hann gat verið hrjúfur í tilsvörum. Fólk fluttist út í Vestmannaeyjar miklu hraðar en nokkur átti von á og fljótlega stóð talsvert af þessum húsum autt. Margir Íslendingar og margar fjölskyldur kom og vildu fá þau leið. En Helgi Bergs og Vestmannaeyja og Viðlagasjóður vildi ekki lenda í því að verða íbúða leigu sjóður. Og sögðu, við ætlum að selja þessi hús, við viljum ekki leigja þau. Og þrátt fyrir hina miklu, já, ég vil segja, en snörpu, ansvör og hrjúfu stundum hjá Helga Bergs, þá fór það svo að ein frúin komst svo harkalega að honum að hann komst ekki undan og svaraði henni, þú verður bara að vera í sambandi við hann Hafsteinn Stefánsson, hann hafði eftirlit með þessum húsum. Þú verður bara að vera í sambandi við hann Hafsteinn, en hún hélt áfram, vertu bara í stöðugu sambandi við hann Hafsteinn, sagði Helgi. Skömmu seinna hittust þeir, Hafsteinn og Helgi. Og Hafsteinn vatt sér að Helga og sagði, ég þakka þér fyrir sendinguna. Sendinguna, sagði Helgi, hvað áttu við? Ég vil bara fá að vita það, segir Hafsteinn. Hvað þýðir það? Að konan hefur í stöðugu sambandi við mig. Hvers konar samband það? Já, segir Helgi, þú meinar það. Nei, þetta allt í lagi, Helgi minn. Ég ætlaði bara að láta þið vita, hún hefur ekkert svikist þetta. Ég ætla aðeins að grepa á það að þessum tíma reistum við 170 hús á höfuðborgarsvæðinu, 153 á Suðurlandi, 122 á Reykjanesi og síðan út land 28 á Austurlandi og 10 annars vegar á Norðurland og hins vegar á Vesturlandi. Hér hef ég aðeins drepið á einn þátt í þessu gríðarlega margþætta verkefni sem að þarna var. Og ég veit að þið gerir ykkur grein fyrir því að forsætisráðherrann og leiðtoginn þurfti á að halda til að telja kjark og von í það fólk sem á þessum tíma stóð frammi fyrir þessum ævintýralegu hamförum. Nú eru Vestmannaeyjar einn mikilvægasti þátturinn í íslensku þjóðinni. Mér eru enn minnisstæð eftir þessi 40 ár viðbrögð Ólafs Jóhannessonar á þessari örlaga stundu. Í þessum ólgu sjó komu styrkur hans og skapfesta fyrir ljós. Störf Ólafs Jóhannessonar eiga að verða Framsóknarflokknum aflvæki í framtíðinni, þáttur þeirri margslungnu undirstöðu sem að starf flokksins byggir á. Takk fyrir.
Þakka þér kærlega fyrir, Guðmundur. Á miklum álagstímum í utanríkismálum Íslendinga var ráðuneytisstjóri og samferðamaður Ólafs Jóhannessonar í utanríkisráðuneytinu, Helgi Ágústsson, fyrrverandi sendiherra og ráðuneytisstjóri. Nú Helgi komið hér til okkar og hann ætlar að flytja erindið sem hann nefnir í utanríkisráðuneytinu. Gjörðu svo vel, Helgi. Góðir heiðursgestir og áheyrendur. Kynni mín af Ólafi Jóhannesssyni hófust þegar gegndi prófessorsembætti við lagadeild Háskólans ég var þar við nám á árunum 1963 til 1970. Þótt þau kunna vera að mörgu leyti frásögu færandi, ætlaði ég einskorða mig við þann tíma sem ég var yfirmaður varnarmáladeildar utanríkisráðuneytisins. Þótt ég hafi unnið mjög náið með honum, bæði í forsætisráðherratíð hans og dómsmálaráðherratíð. Þar ég var upplýsingastjóri utanríkisráðuneytisins á dögum þorskastríða og sendifulltrúi okkar í sendiráðinu í London og reyndar á dögum Vestmannaeyjagos var fulltrúi í almannavarna. En Ólafur, hann tók við störfum utanríkisráðherra í ríkisstjórn Dr. Gunnar Thorvaldsen þann 5. febrúar 1980 og samkvæmt lögum nr. 106/1994 og auglýsingu reglugerð Stjórnarráð Íslands nr. 96/1969 þá fór utanríkisráðherra með stjórn allra mála á varnarsvæðunum svokölluðum. Og þetta yfirfór auðvitað öll málefni sem að vörðuðu veru bandaríska herliðsins á Íslandi. Þessi umsýsla var afar víðtæk og nægir að nefna þær ýmsar reglaðar framkvæmdir, svo sem byggingu nýrra flugstöðvar, eldsneytisgeyma, styrktra flugskýla fyrir orrustuvélarnar F-15 og endurnýjunar og viðhalds íbúða og margs konar aðstöðu fyrir varnarliðið. Í umfjöllun byggingaframkvæmdirnar kannski rétt að geta þess að Ólafur gerði kröfu til íslenska aðalverktaka að þeir stórbættu aðstæður sínar fyrir byggingaverkamennina sem að þeir brugðust vel við. En borgaralegi þátturinn, hann fól meðal annars í sér yfirstjórn allra flugmála, löggæslunnar, toll- og löggæslunnar, fríhaldarinnar og sölu varnarliðseininga. Og það rétt að geta þess, eins og þið sjálfsagt vitið, að Ólafur hafði ekki átt aðild að gerð stjórnarsamnings þessarar ríkisstjórnar. Og hann satt þar með Alþýðubandalaginu og nokkrum þingmönnum úr Sjálfstæðisflokknum og gerði honum í ýmsum hætti örðugt fyrir, eða örðugra en ella, að sinna starfi sínu sem utanríkisráðherra. En hann var eins og komið fram hér og þið vitið afar viljafastur maður og vísuð trú sínum skoðunum og sannfæringum. Framsóknarflokkurinn hafði enda verið afgerandi sigurvegara í kosningunum 1979 og hann hafði því sterka stöðu til að fara sínum fram í starfi utanríkisráðherra. Við fórum fljótlega í 2 kynnisferðir saman Keflavíkurflugvöll og
beindist svo fyrri að því að koma í íslensku eða komað í íslensku starfseminni og þá heimsóttum við gömlu hlustöðina meðal annars þar sem að við komum í pósthúsið sem var í afar þröngum húsakynnum og það háttaði þannig til að afgreiðslan var bæði út fyrir og inn fyrir inn í biðsalinn þar sem að flugfarþegar höfðu komið inn. Og það voru 2 eldri konur sem að tóku þarna mót okkur og þegar að önnur þeirra renndi upp gardínum sitt til hvorar handar og sagði: "Við erum nefnilega opnar í báða enda hér." Þá svaraði Ólafur að bragði: "Það er eins gott væri mín." En þetta var auðvitað á þeim dögum þegar að Framsóknarflokkurinn var sagður vera opinn í báða enda og já, nei stefnan réði ríkjum. Við yfirferð okkar málefna þætti í upphafi starfs míns með Ólafi, þá kast hann vilja láta mér eftir ábyrgð á öllum daglegum rekstri, en ég skyldi gæta þess að halda honum ávallt upplýst allar mikilvægustu þættina. Og ein þeirra regla sem hann lagði starfið laut að honum sjálfur. Því hann tók það fram að hann myndi aldrei leggja að mér að láta ráða nokkurn mann í vinnu. Ég skyldi hins vegar sjá til þess að besta fólkið yrði ávallt ráðið. Ég skal viðurkenna að þetta kom mér skemmtilega á óvart. Þar sem ég vissi að stöðuráðningar hjá opinberum aðilum á flugvallarsvæðinu höfðu verið pólitískt lítaðar, þótt íhlutur á þeirra hefði ekki endilega þurft að koma til. Það þarf vart að taka það fram að Ólafur stóð við sinn hlut í þessum efnum. Og ég gerði mér strax grein fyrir því að það átti engin hlutarbréf í Ólafi Jóhannessyni. Þetta var mér góð tilfinning í þessu annasama og ábyrgðarmikla starfi að ég átti óskoraðan stuðning og traust hjá honum. Þetta reyndist mér mikils virði því að í átökum mikil hagsmunamál sem þarna átti sér stað stóð hann sem klettur menn hugust sækja meira en rétt sinn til ráðherra. Ég get nefnt klögumál sem hann afgreiddi með skemmtilegum hætti. Stjórn félagasamtaka gekk á fundas og kvartaði yfir því að ég hefði hótað þeim með vísun í íslensk hegningarlög að hann lægi alltaf 6 ára fangelsisvist við þeirri hindrun sem samtökin höfðu lagt við störf tiltekins opinbers starfsmanns. Svar Ólafs með bros og vör: "Það getur bara vel verið." Og kærendur höfðu ekki erindi sem vel verið. En það að mörg að taka í minningarsöðum mínum Ólaf Jóhannesson og fjallamættur þá góðu kosti sem prýddi hann, en ég kýs hér að varpa ljósi á hann sem ráðherra í samskipti við mig sem starfsmann hans og yngri mann sem að leiðbeindi með sérstökum hætti. "Galdur við að stjórna", sagði Ólafur. "Ég er að láta ekkert vita af því." Þegar Ólafur hringdi öðru hvoru í mig og spurði hvort ég gæti komið til funda við sig, flýtti ég mér að sjálfsögðu í skrifstofu hans í ráðuneytinu á 4. hæð lögreglustöðvarinnar við Hverfisgötu. Hann nálgaðist á umfjöllun Óla með léttu spjalli og hafði ávallt tíma til að hefja samtal okkar allt aðrar hluti en viðfangsefnið. Svo sem með því að spyrja mig veikindi við döðsstöðu míns eða fjölskylduhagi okkar. Hefðu við gert eitthvað skemmtilegt helgina, farið í leikhús eða lesið áhugaverða bók. Og það var fallegt útsýni yfir sundin, þessin á Skarðsheiðina og skrifstofunni. Og eitt sinn ég sagði honum frá
lagsveiðum mínum helgina og við stóðum saman við gluggann, hann orði út úr gluggann. Þá kvað hann upp úr með það að það væri nú meira gaman að vera komið í sveitina núna. Og þá hefur hugur hans sjálfsagt staðið heim í Öskubyggðina í Fljótsinu. Hann tók sér góðan tíma að tróða í pípuna sína áður en hann tók fram einhverja frásögn frá mér sem brýnt var að ákveða þarnaðist ákvörðunar og þagnir voru ekkert vandamál hjá okkur. Ég hafði aldrei tilfinningu fyrir því að hann hefði samráð við aðra ráðherra eða nokkra aðra, utan einu sinni. Þótt mál óneitanlega svona skærust við þá, en hann var jú ráðherra í öllum málum á öllinum. Hann tók sér góðan tíma í lestu slíkra frásagna eða minnisblada og að lestri loknum átt hann til að spyrja mig hvort mér finnst ekki betri kostur að fara aðeins öðruvísi heldur en ég leiði til. Hann ræddi síðan hvernig framvinda mála kynni að verða og hvernig við myndum þá bregðast við. Ef við héldum svona málum, þá myndi tiltekinn alþingismaður segja þetta eða hitt sem kallað á viðbrögð okkar. Væri því ekki betra, spurðan, að fara aðeins öðruvísi að? Með öðrum orðum þá tefndi hann skapkina til enda eins og und var. Og gaf mér, unga maðurinum, kost á að taka ákvarðirnar með honum. Og þessi aðferðarfræði reyndist ægilega farsæl og gott veganesti. Við vorum vel jafnaðir. Ég lærði þetta meðal annars af honum að umgangast samstarfsmenn sem jafninga og þroska með þeim ábyrgð og ígrunda sem best alla málavexti. Að þessu leyti var ég enn í námi hjá Ólafi eins og forðum daga. Ólafur Jónasson naut mikils trausts og virðingar starfsfólks utanríkisþjónustunnar og ég tel að hann hafi notið þess sjálfur að gegna þessu embætti. Svo mikið er víst að hann kom fjölmörgu til leiðar í ráðherratíð sinni. Eitt af þeim stóru málum sem hann stóð staðfast að þrátt fyrir harða andstöðu ráðherra og þingmanna hans til bandalagsins var bygging nýrrar flugstöðvar. Það var afar erfitt pólitískt mál vegna þátttöku Bandaríkjanna í kostnaði við byggingarnar og greiðslu alls kostnaðar við hönnun hennar, flughlöðin, leiðslukerfin og akvegin að henni. Slík þátttaka var eðlileg í ljósi þess að nauðsyn var til að skilja borgaralega og hernaðarlega starfsemi á flugvellinu. Auk þess sem gamla flugstöðin var mjög ófullnægjandi á allan hátt. Byggingarnefndin sem ég veitti forstöðu hélt ekki færri en 353 fundi á 4,5 ári og skilaði 6 áfangaskýrslum til ráðherrans og góðri byggingarskýrslu til alþingismönnum. Andstæðingar byggingarinnar náðu samt því miður fram að hún var minnkuð frá áætlaðri stærð. Það er í slett ensku hér, það er mest óproduktífa starfsemi ég hef unnið þegar við urðum að minnka flugstöðum úr 24.000 í 13.000 fermetra. En það er kunnara frá, ég þarf að segja að fljótlega reyndist nauðsynlegt að stækka hana til að sinna fyrirsjáanlega aukinni flugstarfsemi. Byggingarnar reyndust okkur Íslendingum happadrjúg og gerði flugvöllin kleift að breyta starfsemi sinni og hreinlega lifa af sem flugfélag í harðri samkeppni Atlantshafsflugsins. Það má rekja margvíslegan árangur Ólafs Jóhannessonar í starfi utanríkisráðherra en einn og sér þá markaði hann í flugstöðvarmálinu með staðfestu sinni og pólitískri lagni ómetanlegt framfaraspor fyrir þjóð okkar með því að tryggja að ráðist var í byggingarni. Við hjónum minnumst samskipt okkar og vináttu við Ólaf og frú Góðu með mikilli hlýju og ég læt líka hérna frammi, hún er reyndar hér,
ljósmynd af þeim í mannfagnaði, mér minnir í Norræna húsinu á góðri stundum og við hjónin skilðum hana svona okkar á milli, allar vildum meyjarnar eiga hana. Þakka þér kærlega fyrir, Helgi. Nú fer að líða að lokum þessara ráðstefnu, en hér undir ráðstefnunni þá hef ég beðið einn gesta að taka hér örstutt til máls. Það er samþingmaður Ólafs úr Reykjavík, prófessorinn Haraldur Ólafsson. Þegar ég hringdi í Harald og ræddi við hann og var að segja nú hér frá þessu málþingi, þá ætlaði hann svona að sjá til hvort hann myndi taka til máls, en hann hefur nú ákveðið að gera það og ég býð þig hér velkominn, Haraldur, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, góðir fundarmenn, félagar. Fyrst vil ég færa hamingjóskir dætrunum og fjölskyldunum og með þakklæti fyrir að fá að koma hér. Þegar Vigdís hringdi í mig þá var ég ákaflega fljótur að segja að þarna verði ég að koma. Það engin hvorki launungamál vitni annar að ég orðinn ákaflega latur að fara út kvöldin eða á fundi og reyna að sem mest að komast hjá því. En þegar að minnst var á Ólaf Jóhannesson þá náttúrulega láð það algjörlega opið fyrir að ég myndi mæta það. Og ég vil bara þakka fyrir að fá tækifæri til þess að segja hér örfá orð. Í fyrsta lagi, þegar Ólafur Jóhannesson, hann hefur reyndar ástæðan fyrir því að ég á miðjum aldri gekk í stjórnmálaflokk. Og það var kannski engin tilviljun að það var Framsóknarflokkurinn. Í öðru lagi var það engin tilviljun að ég eiginlega hvarf úr pólitík. Þó að það hefur verið talsveit rætt það milli okkar Ólafs að ég héldi hérna áfram. En það miklu lengri og flóknari saga en svo að hér verið sögð. En hitt eftir. Og það það að kynnin af Ólafi voru slík að ég virði hann mjög mikil, svo kannski meira en flesta þá óvaldabundna sem ég hef kynnst. Og það dálítið merkilegt að ég 50, eða tæplega 50 þegar ég eiginlega hitti mannin fyrsta sinn og ræða við hann. Og það kannski að því að við vorum báðir svona sveitastrákar að það var ákaflega auðvelt að komast þarna inn og spjalla daginn og veginn við þennan margfróða og mikla laga mann. Það bættist einnig við að ég hafði hríð unnið áður fyrir í fríum á tímanum og var mjög vel kunnugur Þórarni Þórarinssyni sem var, við héldum vináttu alveg til hans síðasta dags, áttum löng viðtöl. En kynnin af Ólafi eiginlega urðu til þess að ég leiddist út í þennan eiginlega millispil í lífi mínu sem var pólitískt aftaka. Og það var kannski líka kynnin við Ólaf sem olli því að ég var frá þessu vettvangi. En fyrst ég fekk nú orðið þá það 2 manneskjur sem ég vil nefna. Það náttúrulega Sigrún mín. Og ég veit ekki hvernig við hefðum átt að kenna henni að verða penni en hún var. Og svo hann Guðmundur Þórarinsson. Þessi hörkujaki í skákinni og að tala og framkvæma og vera skemmtilega félagi. Þessar vikur sem við vorum að þramma hér í hlákunni og nóvember slappinni eru mér mjög kærar minningar og mér þykir ákaflega vænt bæði, það skulle ég vita. Og síðan, ég þakka fyrir að fá að vera hérna, ég þakka fyrir að sjá hérna gamla og góða kunningja og ég sé eiginlega Ólaf fyrir mér og svona örlítið
bros í öðrum munnvikinu. Já, unga fólk, þið eru bara að komast upp í það sem ég náði. Þakka þér fyrir, Haraldur, að koma svona óvænt hér og ávarpa okkur. Þá er líklega rétt að halda þess áfram með þar sem að Haraldur endaði og flytja ykkur þær fréttir að þið sem eruð ekki komið þessa snjallsíma að Gallup-könnunin í kvöld sýnir okkur í 22% og hefur flokkurinn ekki verið stærri í 17 ár. En við skulum samt ganga hægt gleðina dyr, en ef við ekki að klappa fyrir framsögn. En að lokum vil ég þakka dætrum Ólafs og tengdasyni fyrir að hafa gefið leyfi hér fyrir því að við gátum haldið þetta málþing hér. Ég vil færa ykkur sem að komi hér og fluttu erindir sérstakar þakkir fyrir frábær og leiftrandi erindi og fyrir ykkur öllum málþingsgestir fyrir að koma. Ólafs Jóhannessonar verður ætíð minnst sem mikils leiðtoga, fræðimanns og ekki síst stórkostlegs stjórnmálamanns og nú hefur Háskólinn á Akureyri séð til þess að Ólafur gleymist aldrei. Leið og ég býð ykkur að þykja hér léttar veitingar fram og eftir, þá slít ég málþinginu með þessum orðum: minningin lifir. Bestu þakkir.